COVID-19 faraldurinn hefur tekið sinn toll á Suðurnesjum eins og víðar og Sveinbjörg Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur, segir að þetta sé stærsta og flóknasta verkefni sem hún hefur tekið þátt í. Síðustu vikur hefur hlutfall veirusýktra verið hæst á Suðurnesjum, en tíma voru nærri 400 manns í sóttkví, mestmegnis í tengslum við smit sem komu upp í leikskólum. Við fylgjumst með Sveinbjörgu og samstarfsfólki hennar við störf í sýnatökum í iðnaðarhúsi í Njarðvík og einnig þegar bóluefni kom í hús og fyrstu bólusetningarnar voru á Suðurnesjum 29. desember. Jæja, nú að klæða sig í líða þarna. Það mjög mikilvægt, þetta er þetta kalt, það opnast og náttúrulega þetta að verja eitthvað gagnvart veirunni. Þannig það þarf að klæða sig á ákveðinn hátt. Eins og þú sér hérna. Með stemmingin í hópnum? Bara fínskur. Það er bara æðisleg stemming. Sérstaklega í ljósi þess að við erum bara að byrja að bólusetta líka í dag. Þannig að það er bara merkilegu dagur. Við erum búin að vera að standa í þessu í marga mánuði. Já, alltaf marga mánuði. Alltaf lengi. Það er mjög gott eftir við fórum að færðum okkur að vera innanhús. Staðan fyrir að vera úti eins og var síðasta vikur. Þó að sé kalt en þá er við þurr. Og ég er svona smá skuldaskræða en ég þarf að klæða mig ekstra vel. Því ég er svo nálægt hurðinni. Að skanna allar, en þau eru aðeins innar. Það er eins og ég sé að fara til Grænlands, sko. Hvernig finnst ykkur fólk vera þegar það kemur í staðinn? Hefur það... Sumir smá stressaðir. Já. Fyrir að fara í sýnatökuna. En fólk svona oft samt bara þakklátt fyrir sem að sýnir það alveg. Takk fyrir að við sem að standa í þessu. En maður finnur það líka. En maður finnst alltaf erfiðast með börnin. Sem litlu að taka úr þeim. En það gengur oftast sem betur hver vel. Er þetta viss fjöldi sem þið takið á móti núna? Er búið að undirbúa það eitthvað? Já, við vitum það. Við vitum alltaf hvað koma margir einkennisindtöku. Þannig að við erum að vona núna 42. En aftur á móti í skimuna sem við vorum að gera áðan, þá vitum við ekki fjölda. Þannig að það er oft mjög mismunandi. Það fer eftir bara hvað margir að koma erlendis frá og hvað margir í sóttkví á hverjum tíma. Þannig að það er svona háð því. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að sérstaklega þau eru að taka sýnin, að þau fari rétt í búnaðinn og séu varin og grímurnar réttar á og hlýðar. Og sem betur fer hefur ekki komið neitt smit hjá þeim sem hafa verið að taka sýnin. Þannig að það sýnir að við séum verið varin. Það er náttúrulega alltaf uggandi svona fyrst þegar við vissum ekki vorum að byrja í þessu, hvort að maður væri nægilega varin í þessu. En ég er svona smá áhugjefni hvaða er frekar hátt hlutfall sýktra á Suðurnesjum. Já, búin að vera undanfarna vikur. Búin að vera að koma upp svona hópsýkingar sem betur fyrir ef við nokkurn veginn náð að ráða við. En það er alltaf svona kannski innbyrðis dreifing. Gerir ykkur vonir það að á einhvern tímann á næstu mánuðum þá munið þið bara hætta þessu? Já, við vonum það. Já. Það má búast við verðum náttúrulega eitthvað fram til ári. En hversu lengi vitum við ekki alveg. Við erum bara undirbúin fyrir það. Jæja, nú er sýnatakan að vera búin í dag. Og þá þurfum við að telja og merkja. Þetta þarf alltaf að fara hér. Það var þetta margir í skimun, það var 18 í skimun. Þá voru margir í einkennir og benn. Þá voru margir sem kom í einkenni. Það eru 38, 18 í skimun. Og svo kemur starfsmann frá öryggismiðstöðinni og ferjar þetta á Íslenska erfðagreiningu. Þá er þetta farið í rannsóknarstofuna þar og svarið komið svona 3-4. Þannig að núna erum við bara að bíða eftir rest og við erum bara að fara að loka núna. Fólki átti að vera komið á 9:30 og eins og ég sagði að koma 40 á hverju korteri. En eins og þú sagði þá er þetta orðið miklu þægilegra núna heldur en var fyrstu mánuðina. Af því að lýstu ég aðeins fyrir okkur aftur hvað fólk er búið að gera þegar það kemur hingað? Já, áður en þetta fór að vera svona sjálfvirkni, þá þurftu allir að hringja á HSS og í svona COVID-ráðgjöf, þannig að hjúkrunarfræðingur hringdi til baka
og fór í gegnum það hvort að hann væri með ábendingar fyrir sýnatöku. Og sérstaklega mars þegar var skortur á pinnum, það var mjög erfitt að finna út í því hverjir ætti að koma í sýnatöku ekki. Og þetta gekk svona alveg eiginlega út sumarið. Svo fórum við að vera með landamæraskimun upp í flugstöð, skimun eftir 5 daga. Þá fór það fólk að koma líka til okkar. Og þá fórum við að vera með tölvu, sjálfvirkni fyrir það, en ennþá gamla kerfið fyrir einkennisýnatöku. Þannig að allir þurftu að hringja þar líka. Svo í haust að þá var nýtt tæknin frá landamæraskimununum í það að hafa sjálfvirkni fyrir alla. Þannig við erum með 2 kerfi, skimun og svo einkennisýnatöku. Þannig að núna ýmist hringja þeir sem ekki með rafrænt skilríki á HSS og hjúkrunarfræðingur hringja til baka, en flestir geta skráð sig sjálfir á heilsuvöru.is í sýnatöku og fær þá kóðan sendan í síma. Það getur enginn komið hingað í sýnatöku nema að vera með kóða. Þannig að stundu lendir í því að fólki kannski með rétt með símana, skilur með gamla síma, þá erum við líka með kerfi og við getum leita fólku eins og við sáum í morgun, núna áðan. Þannig að sjálfverknin einfaldar vinnuna alveg gríðarlega og allt bara barkóðast fyrir þetta er allt bara með númurum og kóða. Þannig að ef einhver vill komast laða sér tekið í pröfuánu eða test, fólk getur bara að fara inn á heilsuvöru, skrá sig þar, fær senda kóða, mætir hingað. Og þið takið sýni. Og svo kemur svarið. Og fær að vita seinni partdags. Já, með bara SMS eða e-mailum. Þannig að þetta fyrirkomulega að ganga mjög vel hérna núna. Þetta léttir alveg gríðarlega vinnuna fyrir okkur og auðveldar þetta mikið. Úr sýnatökum var farið í skemmtilegri mál því bóluefni var að koma í hús á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Upp úr hádeginu 29. desember var Sigríður Pálína Arnardóttir, lyfjafræðingur HSS, komin með dýrmætan kassa í hendurnar. 160 skammtar af bóluefni í 50 glösum. Spenna var mikil og næsta verkefni var að blanda, eða réttara sagt, þynna bóluefnið og færa það yfir í sprautur. Já, það er verið að blanda hérna fyrstu skammtana á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Það er óneitanlega spenna í loftinu. Já, fyrst þurfum við að draga saltvatn. Það er rétt rúmlega 1,8, þannig að það er 1,9. Þá er ég að draga það hér upp. Þá er ég að strikta aftur. Svo þarf ég að stinga hérna í glasið. Ég er bólefnið, virka bólefnið og við þurfum að þynna það. Þannig að það er svo að stinga í og fara varlega með saltvatnið og blanda saman. Núna lekur saltvatnið ofan í. Þannig að það er bara að gerast í rólegheitunum. Svo kemur smá loft. Þannig að það er bara sprautsuna og ég tek sprautsuna upp úr. Svo þarf að blanda efninu saman, sérst við saltvatni og bólefni. Þá þarf ég að velta því svona 10 sinnum. Og þá þarf ég að taka sprautina sem bólefni fer í. Og þá þarf ég að draga upp. Nú þarf að passa sig að stinga varlega í. Svo þarf maður svona að kolfa glasinu og svo þarf maður að draga upp. Og það er svona dálítið loft í glasinu þannig að maður þarf að passa að það sé akkurat magni sem þarf. Við erum aðeins umfram. Svo tekið ég af og það stundum fór aðeins tilbaka. Við þarfum að passa þrýstingin. Svo tekið ég upp nálina sem við sprautum skjólstængin í eftir. Tengjum saman og setjum á 0,3. Og þá er komið í nálina og aðeins hérna umfram. Það var komið að fyrstu bólusetningunni. Hjúkrunarfræðingurinn Kristín Sigurmundsdóttir, sem hefur verið í framlínu HSS á veirutímum, var valin til að fá fyrstu stunguna. Í dag, 29. desember 2020, er merkileg stund núna í dag. Stund sem við erum öll búin að bíða eftir dálítinn tíma. Því nú ætlum við að hefja fyrstu bólusetningu á Suðurnesjum. Og það er Kristín Sigmund sem ætlar að fá fyrstu bólusetninga. Hún er hjúkrunarfræðingur og búin að standa vaktina síðustu mánuði, bæði bara á móttöku og COVID-vaktina til sýnatöku og í öllu því. Þannig að
okkur þykir þetta mjög merkilegt. Við erum búin að standa saman hérna í þessu. Þannig að Kristín mín, þessi tilbúin? Algjörlega. Ok, tilbúin. Yes. Kristín, fyrst að fyrta! Það var bara ekki fyrir þessu. Var þetta ekkert vont? Þetta var ekkert vont og hún Ingibjörg hérna, hún svo mikið snillingur að bara, ég fann ekki fyrir þessu. Ég var bara upptekinn á að horfa á myndavélarnar og ykkur og þannig að... En tilfinningin, hún ekki góð? Hún mjög góð og þetta svo sannarlega ekki til að kvíða fyrir. Það hérna, maður oft var í bólusetningar, þessi bara mjög þægileg. Þannig að þetta ekkert til að kvíða fyrir, bara besta mál, bara loksins. Eftir að framlínu fólki hafði verið sprautað var farið á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ og Grindavík. Fyrsti almenni Suðurnesjamaðurinn sem fekk sprautu var María Arnlaugsdóttir en hún elsti núlifandi íbúi svæðisins. Hún fekk sprautu á 3. síðasta degi ársins en hún var 99 ára í fyrra. Nú er hún komin á 100. aldursár og verður 100 ára í júní næstkomandi. Finnst þið skrítið að vera að fá sprautu? Nei, eiginlega ekki. Maður þakka bara fyrir að það gerir ykkur gagn. Það er bara svoleiðis. Ertu ekki smá stolt að vera fyrsti Suðurnesjamaður sem fær sprautu? Er ég fyrsti Suðurnesjamaður? Já, svona fyrir utan nokkra heilbrigðisstarfsmenn hérna nýra á HSS, þá ert þú fyrst. Já. Þið fóru held ég og kíktu bara á aldurslistan og völdu heiðursborgara Suðurnesja sem að verða 100 ára og núna fljótlega það ekki? Í júní. Í júní, já. Já. Hvernig heilsan búin að vera? Hún hefur verið, ég má þakka fyrir hvað ég hef haft góða heilsu. Ég hef fengið svona slemsku, en það gerir ekki til. Búin að eiga ágæta stundir hérna á Klefangi? Jú. Þetta ljómandi að vera hérna. Hvenær fluttu? Þú sagði mér áðan að þú hefði komið til Suðurnesja hérna fyrir mörgum árum síðan? Já, 1943. Búin að vera hérna síðan. Bólusetning gekk vel á hjúkrunarheimilinu Hlévangi sem Hrafnista rekur en þaðan lá leiðin á Nesvelli, annað hjúkrunarheimili Hrafnistu í Reykjanesbæ. Þar beið okkar Jón Ísleifsson, fyrrverandi bankastjóri Útvegsbankans í Keflavík. Hann 91 árs en hress og kátur og var til í stungu. Þá bara lyftum við hérna upp. Svo bara klípi hérna að síði. Það kemur stunga. Svo kemur þessi smá þrýstingur. Allt í lagi. Og hér skóla. Skál. Skál fyrir merkilegum degi. Já. Sveina fór djúsinn og hann fær brauðið. Ég held mér að ég fá mér bara að sjópa af djúsinu.